Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að vera svona helst til menningarsinnu í þessum þætti í dag en fjalla líka ýmislegt annað. Skólamál, þetta eiginlega bara skólamál og menningarmál, ekkert ýmislegt annað. Við fjöllum skólamál, háskólahátíð, Háskólans á Akureyri og aðeins dagvistun og leikskólamál hérna á Akureyri. Annars tölum við líka gjörningalistahátíð og leikfélag umskiptinga og leikrit þeirra og eitthvað fleira. En við ætlum að byrja á veisluborði MAK. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Þið voruð að henda hérna í það sem þið kallið veisluborð sem er fyrir haustið. Hvað getið þið sagt okkur bara dagskrána hjá Menningarfélagi Akureyrar? Já, ég held að við getum bara sagt að hún sé nokkuð djúsi og þetta veisluborð í heild sem er náttúrulega fyrir þetta nýja starfsár sem við erum að hefja núna í ágúst. Og það er bara mjög fjölbreytt. Allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi og það er ekki allt í bæklingnum. Þannig að það koma inn svona óvænt veisluföng sem að menn verða að fylgjast svolítið vel með á mak.is til þess að sjá alla terturnar sem að framverða borðna síðar. Geturðu nefnt mér eitthvað svona hápunta, svona fyrir utan leikfélagið þegar Jón Páll taki það eftir? Já, sko það sem að okkur finnst svolítið skemmtilegt er að það í gegnum gangandi er svolítið mikið dans og tónlist og svo er þetta leiklist sem að Jón Páll fer þá yfir á eftir. Og við ætlum að bjóða fólki að koma að dansa með okkur. Það er zumba, salsa og samkvæmisdans. Það er núna á haustmánuðum og við ætlum í rauninni líka þá að það er svona upptaktur eins og bara síðasti dansinn sem við bjóðum upp í er samkvæmisdans og þá erum við með svona eins og upptakt fyrir nýársfögnuðinn. Já, einmitt. Sem að pakki sem að er matur, þriggjarétta máltíð, eitthvað slíkt og það eru tónleikar, sinfónískir tónleikar og svo ball í hömrum. Þannig að það er eins gott að vera undirbúinn og græja sig fyrir það. Og fleiri tónleikar, við erum með Kristinn Sigmundsson, bassasöngvara og Daniel Þorsteinsson sem að spilar undir á píanó. Og við erum með, þetta er, hvað á ég nú að segja fleira, þetta er svo mikið sko. Jón Páll kannski tekur við bara með nokkur og meðan að hugsa. Já, ég held að það er eins og þú segir mikið af kræsingum og og ekki allt sem er búið að það er á matseðlinum en það er ekki búið að tilkynna það. Meðal annars í bæklingum er ekki Reykjavík Kabarett og Reykjavík Burlesk sem koma í samkomuhúsið eftir áramót. Það er líka á döfinni líklega önnur gestasýning, barnasýning líka í vor og svo er svona smá, Borgarsæ fylgist mjög vel í október með af því að það eru að fara að detta en svona smá nýjungar líka í samkomuhúsinu utan við það sem er í þessum bæklingi. Við náttúrulega erum núna að undirbúa strangar æfingar í nýju verki með hundi í óskilinu sem heitir Kvenfólk og það sem er fara yfir kvennasögun á hundavaði og ganga svona út frá þeirri staðreynd að það sé undarlegt að konur sem sagt hafi numið hér land á 19. öld vegna þess að það ekki fundist neinar heimildir fyrir en þá. Bara yfir höfuð og síðan að þær komið og numur land að þá hafa átt mjög erfitt með að aðlagast. Þannig að þetta er náttúrulega allt í kaldhæðni sagt en undir niðri liggur náttúrulega þeirra bara brennandi ástríða fyrir bara jafnrétti og feminisma og það er farið yfir allar 4 bylgjur feminismans og þetta er gert á þeirra svona einstaka máta sem er svona revíuskotin, tónlist og mikið fjör og umgjörðin hjá þeim er svona meiri heldur en áður og er að ratast svona einhvern veginn að raða saman mjög falleg og flott. Þeir eru náttúrulega alveg einstakir. Þeir eru einstakir. Líka bara sagnfræði þekkingin, húmorinn og þessi samsetning einhvern veginn. Og íslensku kunnáttan. Já, gleyma henni. Þetta er náttúrulega bara ótrúlegt. Já, og þeir koma náttúrulega hér úr grasrótinni, þótt að þeir séu svona í reyndari kantinum, svona kannski grá grasrót, hinlítið. Og hún er náttúrulega öflug grasrótin. Við erum náttúrulega líka að fá inn nýja leikara sem eru nú héðan, sem að verða í verkefninu Shakespeare eins og leggur sig sem er frumsýnt núna í vor og það er mikið svona íþrótt að þessi sýning er enn og aftur svona mikið fjör og verður líka meira tónlistarskotin heldur en upphaflega sýningin sem var gerð árið 2000 held ég
já, fyrir næstum 17 árum síðan og gekk það ótrúlega vel. Þetta semst öll verk Shakespeares, 37 talsins, á 97 mínútum og það eru 3 leikarar sem gera það. Þannig að þeir þurfa alveg að vera bara í íþróttaskóm með hlífar þegar þeir gera þetta og það gengur mikið á. Og þar höfum við fengið líka Vilhjálm, vandræðaskáld, til að koma inn og staðfæra verkið upp á nýtt og þýða. Og Cecilie Ólafs þar líka að leika og Jóhann Axel sem nú hérna. Og svo erum við með einn sérfræðing að austan á þessu sinni, ekki úr Reykjavík. Og það hann Benedikt Karl Gröndal sem að Akureyringar þekkja nú hér fyrir mjög, skulum segja, kannski físískur og skemmtilegu leikari. Já. Og margir mun eftir flissfrussandi hláturkasti í þetta Grín og Jokes þegar hann kom inn sem umboðsmaðurinn og basically bara valtaði yfir Sögu og Dóra á sviðinu. Þannig að það eru fleiri heimamenn, Stúfur náttúrulega sem heimamaður og býr í Dimmuborgum. Hann var í fyrra, kom til okkar og hann ætlar að koma aftur í samkomuhúsi, enda hann mikill leikhúsmaður. Snýr aftur og næstu í bara snýr öfugur á plakatinu, hann snýr svo mikið aftur. Og en það svona þáttur í mjög víðtæku barnastarfi sem nú gott samstarf bæði milli tónlistarsviðsins og viðburðarsviðsins og leiklistarsviðsins mjög öflugt barnastarf sem náttúrulega styrkt af einum af okkar bakhjörlum sem Norðurorka og það eru sem sagt alltaf skólasýningar á þessu jólaleikriði núna. Þannig að það eru 2 bekkir sem fá að koma og horfa á Stúf frítt og svo þú náttúrulega með mjög spennandi. Talandi fyrir börn, þá erum við með allavega skráða hjá okkur núna 3 svona barnamótna á sunnudagsmótnum og fyrsti núna í september og þar ætlum við í nóvember í nóvember þá ætlum við að fá brúðuleikhús og það á að sýna Búkollu og það handbendi á Hvammstanga brúðuleikhús á Hvammstanga sem ætlar að koma til okkar í heimsókn og þau ætla ekki bara að sýna brúðuleikhúsið heldur fá krakkarnir líka búa til brúðu. Þannig að það svolítið skemmtilegt og við ætlum að bjóða krökkum svona yngstu kynslóðinu upp á þetta og svo ætlum við líka að bjóða þeim upp í dans og Eva Reykjalín ætlar að vera með Zumba-dans fyrir yngstu krakkana og svo ætlum við að skella okkur í ævintýri með leikkonunni Ástu Sighvatsdóttur í mars og þá fá krakkarnir að koma til okkar í hof í búningum og í svo litla ævintýraför. Já. Og af því að Jón Páll var að tala grasrótina að þá líka svolítið skemmtilegt að segja frá því að það mjög gott starf menningarfélagsins við grasrótina. Og dæmi það til dæmis það að núna þetta árið þá ætla bæði Leikfélag Menntaskólans á Akureyri og Leikfélag Verkmenntaskólans á Akureyri að sýna í hofi, sínar sýningar eftir áramót. Og við hlökkum mikið til að fá þau í hús. Og svo náttúrulega leiklistaskólinn. Já, hann nú alveg að bresta á. Foreldrar hafa ennþá möguleika núna á þessu föstaskvöldi til að renna í tölvun og hugsanlega eru lausæti. Við náttúrulega skólinn við starfrækjum hana miklu metnaði og þar enn og aftur leggjum áherslu á að vera með kennara sem eru með menntun í sviðslistum og menningarfélagið náttúrulega niðurgreiðir í raun og veru námskeiðin og skólan. Hann verður mjög veglegur í ár. Efsti bekkurinn verður með öðru sniði, verður 2 sinnum í viku og mun takast á við uppsetningu á skilaboðaskjóðunni sem að þau muni sýna síðan í samkomuhúsinu í lok nóvember. Og við erum mjög stolt af því mikla og góða starfi sem unnið í leiklistaskólanum og það skila sér náttúrulega bara beint í svona annan áhuga bara almennt á leiklist. En fullorðið fólk náttúrulega hefur nægt líka á veisluborðinu, þetta ekki bara þetta alls ekki bara barnamatsið. Nei. Og eiginlega bara mjög fjörugt og skemmtilegt. Já, ég meina við erum náttúrulega með tónleika í hverju mánuði. Það eru sinfóníski tónleikar þar sem að eingöngu konur koma fram og konur sendu tónlist og við erum með Peter Sakari sem að kemur í finnsku vikunni sem í október. Þar fögnum við og þá fer í rauninni allt bara hof undir í þá viku og þessi tónleika með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Nú, svo náttúrulega heilmikill líka gestagangur í hofi. Og það eru afar góðir gestir sem að sækja okkur heim og til dæmis bara núna í næstu viku bókmenntahátíðin á Akureyri í fyrsta skipti og erum að halda hana í góðu samstarfi við bókmenntahátíðin í Reykjavík
þannig að það er svona öðruvísi viðburður og þeir verða 2 hérna á þriðjudaginn, klukkan 11:30 og svo klukkan 5. Og fundi fólksins náttúrulega, lýðræðishátíðin, það er bara allt húsið undir og gott betur en það. Við erum líka með hérna... Og svo kemur hún pabbi náttúrulega sömu helgi og verður í samkomuhúsinu 9. og 10. Þetta er bara næstu dagar. Já. Og svo hérna getum við ekki hérna látið ósagt og í sambandi við bæði aðventutónleika. Þeir eru komnir 4 á dagskrá og hefst eiginlega hérna þessi aðventa, þó að aðventan hefist ekki núna í lok nóvember eins og oft áður, þá erum við með hérna Þyrnirós. Rússneski ballettinn snýr aftur og nú með Þyrnirós og það er hljómsveit, Sinfóníuhljómsveit Norðurland sem ætlar að spila undir og hérna kemur rússneskur stjórnandi og svo til þess að fara kannski í hina áttina, þá er Iceland Airwaves í byrjun nóvember hjá okkur 2 daga í Hofi og þar koma Emiliana Torrini og Ásgeir Trausti fram. Ég held að ég verði bara að stoppa ykkur, þetta er alveg rosalega. Þetta er ótrúlega mikið, en við höfum líka hérna gætt þess til dæmis og höfum alveg frá því að menningafélagurinn voru sett saman, gætt til dæmis hófs í miðaverði. Það hefur eins og leiklistasvið hérna hefur svona verið alltaf svona eiginlega á pari við vorum undir Þjóðleikhúsinu og nú erum við svolítið þar á pari. Og svo þessi nýja miðasölustefna með miða fyrir ungt fólk eða börn, það eru eins og stúf, það er helmings, þú greiðir bara fyrir hérna helmingi á við hérna fullorðins og það er einnig þannig það ekki á Þyrnirós til dæmis. Þannig að við erum að reyna, við vitum að framboðið er mikið en við erum líka að koma í móts við fólk sem að vill hérna neyta mikils af menningu, það við gerum okkur grein fyrir það og ekki er að verra hérna tilboðið hérna, veislutilboðið? Sko við erum náttúrulega með kort á veisluborðið sem heitir veislukort. Þannig að við hérna, það er vel kynnt í bæklingnum og svo minnum við þetta bara á heimasíðun okkar af því að hérna, þar gerast hlutirnir. Hlutirnir gerast á mag.is. Takk fyrir spjallið og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.